Hér erum við séra Geir Waage og ég, Halldór Gunnarsson, í þriðja þættinum í dag heimildirnar sem að séra Geir sækir til í þessum þáttum sem við erum með þegar við tölum heimsófriðinn. Ég á eftir að spyrja þig, Geir, hvar þú hefur fréttir í líkingu við það sem vantar hér á Íslandi, frá fjölmiðlum sem rannsaka málin og koma með sannleikan hvað sé raunverulega að gerast. Ég veit að þú átt eftir að fjalla það, því að aftur og aftur í prívatsamtölum okkar, þá hef ég spurt þegar ég var að efast það sem varst að segja, hvaðan hefuru þessar fréttir? Og nú veit ég að þú kemur með það. Þú ert að tala opinbera viðurkennda fréttastofur, já. Já, í öðru landi, já, fjarri. Já, sko ég hef áður, við hlustuðum nú báðir lengi vel á France 24, ensku útgáfuna frá fransku fréttastofunni. Jú. Og það var gagnlegt að hlusta á fréttaflutning þeirra af sömu atburðum og BBC og CNN og allt hitt farganið vestur frá, sagði frá. Já, það fór aldrei saman. Aldrei alveg, en þegar að var gáð, að þá voru þetta eiginlega alltaf úr sama brunni. Þetta var allt úr sama ranni. Og áherslurnar, þó þeir væru mismunandi, voru líktum alveg þær sömu. Niðurstöðurnar voru alltaf þær sömu. Og ég fór að leita að vestrænum fréttamiðlum sem að væru með eitthvað aðeins öðruvísi eða eitthvað aðeins annað. Og það voru viðtalsþættirnir og úttektirnar sem að Deutsche Welle hefur staðið fyrir, sem að reyndust mér og reynast mér enn býsna gagnlegir, því að ég horfi á vestræna fréttamiðla. Ég horfi á BBC, France 24, CNN og allt þetta dótari í. En ég nenni ekki að eyða mjög miklum tíma í það. Af því að hitt svo tímafrengt sem ég hef verið að gera grein fyrir, að reyna að grafast fyrir atburði úr fleirin einni átt og fleirin tveimur áttum til þess að reyna að meta áreiðanleikan. Sannleiksgildið. En mér hefur svo náttúrulega Al Jazeera var lengi vel eitt af því sem að ég skoðaði. Ég hef ekki reitt mig eins mikið á Al Jazeera í seinni tíð eins og ég gerði áður, vegna þess að þeir eru náttúrulega mjög nærri vettvangi núna ófriðarans við Persaflóa. Þeir eru þar. Já. En Indverjarnir, þeir búa að gamalli breskri hefð fair play, að grafast fyrir það sem að sannast reynir. Þeir eru svona á svipuðum slóðum og Ari fróði var forn. En hafa ber það sannara reynist. Þeir leggja það fyrir sig. Og ég ætla að fá eina af indversku fjölmiðlum sem ég horfi oft á. Og það fyrst að nefna WION News. Sérstaklega þætti sem þeir eru með sem heita Gravitas. Þeir eru með fréttakonur, þarna nú einu á skjánum. Eitilharðar fréttakonur sem að láta ekki bjóða sér hvað sem og í viðræðum þegar þeir eru að tala við fólk þá gefa þeir mönnum ekki undanfæri. Þeir gætu margt lært af þessari konu, stelpurnar hjá Ríkisútvarpinu, ef þeir ætla einhvern tímann að verða fréttamannum. Það held ég sé vonlaust. Ég veit það ekki. Svo annar miðill þarna fyrir austan sem heitir Hindustan Times. Þeir eru með margskonar fréttamiðla. Þeir eru meðal annars með myndbönd af vettvangi, oft myndbönd af átökunum bæði við Persaflóa og eins í Úkraínu, en tala yfir myndböndin. Og það hægt að græða talsvert á Hindustan Times, þeir eru mjög öflugir. Indversku fréttastofurnar eru með menn út allt. Þeir eru með menn út allt í Miðausturlöndum og þeir eru með menn bæði í Rússlandi og í Úkraínu. Og líklega eru þessir Indverjar, hafa fleiri indverskir fréttamenn verið drepnir í Ísrael
á síðasta ári heldur en samanlagður fjöldi allra vestrænna fréttamanna sem að þar hafa verið drepnir og þeir eru margir. Síðan er fréttamiðill sem að er sjónvarpsstöð, heitir The Daily Jagran. Mjög fínar úttektir á ýmsum málum og The Daily Jagran hefur til dæmis verið mjög yðið við að frétta þessi stúlka, fréttakona. Stoppaði aðeins við hana. Hún er þarna. Hún fjallar mjög oft og Evrópusambandið. Til dæmis hefur hún fjallað hvað eftir annað spillingarmálin sem eru uppi í Evrópusambandinu hvert af öðru og aldrei heyrist af í fréttum hér. Ursula von der Leyen sætir ekki einni, ekki tveimur, heldur mörgum rannsóknum og eins er aðrar háttsetta meðlimi politbyrós, það heitir kommissariat. Já, kommissarar. Kommissariatið í Evrópusambandinu. Það er af nógu að taka það sem varandi spillingamál, en það er séð til þess að þau komist ekki á vettvang. Þeir eru ekki hér. Nú, það er miðill í Indlandi sem heitir Republic World. Tengist Amity University. Republic World er sá fréttamiðill indverskur sem að ég hef mest gaman af að hlusta á. Þeir eru með fréttaþætti og þeir eru með marga fyrirspyrjendur. Einn stjórnar eða reynir að stjórna og síðan lendir yfirleitt allt í háalofti í fréttaþættinum því að menn fara að rífast og tala hver yfir annan og öskra hver á annan og þá er það oftar en ekki þessi herramaður sem að heitir Baxi og er major general úr indverska hernum. Hann tekur þá á liðinu og lætur það hlýða, þagna og kemur reglu á hlutina. Hann er mjög skeleggur sjálfur sem fréttaskýrandi, einkum og sérilagi af öllu sem snertir hernað. Hann er hermaður náttúrulega sem sjá má á honum og kann deili á öllum herfræðum og öllum vopnabúnaði og öllum vopnakosti og hvernig eigi að beita honum og hvernig eigi ekki að beita honum og þegir ekki skoðun sína á fíblum sem hann telur vera víða að finna í bæði á vígvöllunum og einkum og sérilagi í pólitíkinni. Gefur mönnum hiklaust engun og hefur yfirleitt eitthvað fyrir sér í því. Já, og Times of India er svo síðasta indverska fréttastöðin sem ég vek athygli á. Þarna er hún, TOI, Times of India, að mér tel mjög vönduð fréttastofa og gerir sér far vandaðan fréttaflutning og án þess að draga taum eins fram yfir annan. Og að lokum langar mig að vekja athygli á skjalinu sem að við... Þú gleymdir að koma skjali í síðasta þætti og við ákváðum að koma með það núna í lok á þessum. Já, þetta er úttekt sem er vert að skoða frá því fyrra og þarna er lagt mat á það hvernig framferði bandarískra stjórnvalda og ísraelskra stjórnvalda hafa leikið samskipti Bandaríkjanna við ríkin við Persaflóa. Hvernig Ísraelsmenn hafa í rauninni dregið Ameríkana eða Ameríkanar hafa dregið Ísraelsmenn til framferðis við Persaflóa sem að stór skadar hagsmuni Bandaríkjanna. Því að ríkin við Persaflóa eru að gefast upp á því að vera í því nána samstarfi við Bandaríkin sem þau hafa lengi verið. Einkum og sérilagi eru þeir búin að átta sig á því að það að vera hýsa bandarískar herstöðvar í löndunum gerir löndin fremur að skotmarki, frekar heldur en að nærvera Bandaríkjana verði þeim til einhverjar hjálpar eða til þess að gæta öryggis þeirra, sem kom nú rækilega fram í fyrsta kafla styrjaldarinnar núna sem byrjaði í febrúar í
í vetur með morðverkunum í Íran, þar sem að persarnir í framhaldi á þessum 12 sólarhringum sem að hernaðurinn stóð áður en varð uppstytta, þá eyðilögðu Íranir megnið af ratsjárstöðum Bandaríkjanna á svæðinu, blinduðu Bandaríkin og eyddu í framhaldinu herstöðvunum. Við verðum að hafa það eiginlega í þessum þætti sem við förum í þegar við ræðum stöðuna í dag. En þessi stað og þessi skýrsla sýnir hvar við erum stödd í dag í umfjöllun þá hættu sem er yfirvofandi. Já, þetta er bandarísk skýrsla, þetta eru bandarískir embættismenn sem að gera þessa úttekt fyrir bandarísk stjórnvöld. Já. Þannig að það er ekki hægt að halda því fram að hún sé vilhöll eða skekki málin. Og þessi skýrsla er til dæmis það að ef að fréttamenn kæra sig að leita traustra upplýsinga, þá geta þeir það. Meiri segja á Vesturlöndum, meiri segja í gögnum sem að stjórnvöld, til dæmis í Bandaríkjunum, gefa út. Og þessi skýrsla er aðgengileg. Ég fann hana strax. Og íslenskir fréttamenn getur farið yfir þetta og skoðað hvort það sé ekki rétt að koma með annan fréttaflutning en verið hefur. En varðandi þessa skýrslu kemur fram hvort það eru Bandaríkjamenn sem að stjórna atburðarásinni eða Ísraelsmenn. Nei, það kemur vitaskuld ekki fram því að það veit að engin maður. Það veit að engin maður hvort það er hænan eða eggið sem kemur á undan. Já, þetta vil ég ekki koma þér undan að reyna að svara hvað þú heldur. Ég hef mína skoðun á því, en hvort hún er rétt veit ég ekki. Ég tel að það séu síónistar, bæði kristnir síónistar og eins gyðingar, sem stjórna Bandaríkjunum og stjórna vissulega Ísrael, það er ekkert leyndarmál. En þessi síónistar í Bandaríkjunum, þeir stjórna ráða því hvað gerist og hvað gerist ekki með peningum. Því að þingmenn í báðum bandarísku þingdeildunum, mjög mikið af embættismönnum og forsetinn sjálfur er á vegum þessara síónista og þess auðmagn sem að þeir ráða. Þetta er allt keypt. Já, og að halda því fram að Bandaríkin sé lýðræðisþjóðfélag eins og er í dag, þar að segja yfirstjórn Bandaríkjana sé lýðræðislega valin, er fjarri öllu lagi. Þetta er ólígarkía, hreinræktuð ólígarkía, og ólígarkarnir eru allir ættaðir úr þessum sama ranni. Þetta eru kristnir og gyðinglegir síónistar. Þannig að þetta er bara eins og í heiminum öllum og hér á Íslandi, að það eru peningarnir, séðir og óséðir sem stjórna þessu öllu. Alveg klárlega. Það verður gaman að fara í næsta umfjöllun stöðuna í dag í heiminum. Já, gaman. Já. Fróðlegt kannski. Jú, í framhaldi af þessum þáttum sem við höfum tekið upp heimildirnar sem þú sækir í, þá er ekki hægt að efast það sem þú átt eftir að segja, að það hlýtur að kalla á umhugsun þeirra sem hlusta og heyra. Og ég vænti þess að tekið verði eftir. Þakka þér fyrir, séra Geir. Sömuleiðis.